Ég er 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það er löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið um hann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn er spegill sálar þinnar. Ok. Já, alveg rétt. Ég ætla að... Heyrðu, hvað ertu búin að fá marga tölvupósta varðandi að fara til Portúgal? Sko, það eru bara... Ertu búin að svara? Nei, ég er nefnilega ekki búin að svara og hérna... Af hverju ertu ekki búin að svara? Vegna þess að ég er ekkert autoritet í psykadeliskum ferðalögum, þó ég hafi prófað þau sjálf. Já. En ég þú ert samt búin að auglýsa í þættinum að konurnar megi hafa sambandi. Já, ég veit það, vegna þess að ég vildi líka bara láta þetta gerast svona náttúrulega. Af því að, þú veist, ég náttúrulega eins og ég er búin að segja, Anna vinkona mín í Portúgal, hún náttúrulega tekur fólk í svona ferðalög og ég hef farið í svona ferðalög hjá henni meðal annars. En það eru sem sagt mjög margar konur áhugasamar það að fara einhvern tímann með okkur til Portúgal, þar sem er löglegt að fara í svona psykadelisk ferðalög. Og það búið að vera löglegt lengi í Portúgal. Já. Var það hluti af afglæpavæðingu í Portúgal? Já, Portúgal er mjög framalega í afglæpavæðingunni og hefur náð mjög góðum árangri með það. En afglæpavæðing gengur líka út á það að fyrirlíta ekki fólk sem er í fíkn, útvega þeim efnin sín, svo þau þurfi ekki að stunda glæp eða vændi á meðan og hjálpa fólki að lifa eðlilegu lífi þrátt fyrir sína fíkn, til dæmis eins og fólk sem er í mjög erfiðri fíkn eins og heróínfíkn og svona. Það er ekki hægt að verða háður psykadeliskum sveppum, það er bara útilokað. Og þú veist, alltaf ef að fólk skoðar kvarðan það hver hættulegustu fíkniefni heimsins séu, þá eru sveppir algjörlega á botninum. Þeir eru á botninum vegna þess að þú getur ekki orðið háðum og ef þú étur of mikið af þeim, þá bara hætta þær að virka. Það er bara ósköp einfalt. Þú getur ekki orðið háðum og ég var að hugsa... Það er þess vegna þegar maður mikrodósar maður alltaf að taka 3 daga og svo maður að taka pásu. Já, af því að fólk myndar strax þol. Ég þekki fólk sem tekur mikrodósar 5 daga vikunar áðan að fyrir vinnu og mikrodósar ekki helgar. Heyrðu, en mikrodós, af því við vorum nú þarna í einhverjum þættum daginn að tala um kannabis, nú er fólk líka farið að mikrodósa kannabis. Fólk mikrodósar LSD, fólk mikrodósar sveppi. Íbókan? Íbóka, já, einmitt, mikrodósar það. Þannig að það er greinilega mikil opnun fyrir þessu og jú, það er alveg hellingur og konum búin að hafa samband. Þannig að það kannski kemur að því einhver tímann í fyllingu tímans, Dóra mín, að við förum með hóp kvenna til Portúgal til þess að prófa að fara svona í ferðalag. En sko, ég var svona að spá í hvort við ættum þá kannski aðeins að segja frá því sko, hver okkar upplifun hafi verið af slíkum ferðalögum. Já. Vegna þess að margir eru hræddir við þetta, eðlilega, vegna þess að það kannski hefur ekkert verið mikil umræða þetta annað en að bara einhverja svona tilkynningar lögreglunar, maður hljóp nakinn út á Suðurlandsveg og eitthvað svona og svona við getum auðvitað ekki talað fyrir munn allra en ég og þú getum kannski reynt heiðarlega að segja frá því hvað við höfum upplifað, hvort það hafi gagnast okkur, hvernig og kannski aðeins við hverju megi búast. Já. Ég skal aðeins byrja. Já, gerðu það. Sko, ég hef prófað þetta og ég kynntist, ég byrjaði á mikrodósa. Bara eins og ég segi, ég er alltaf að fara yfir svona ákveðna fordóma. Ég er með mjög öflugt fordómakerfi í mér. En ég gerði það bara sem Og ertu ekki þakklát öllum þessum vörðum. Já, bara ríkisstjórninni og umræðunni í heiminum og foreldrum þínum og svona. Já, bara sjálfur mér að pikka upp það sem að hentaði mér til þess að vera bara, vita ég þyrfti ekki að gera neina tilraunir með þetta. En ég sem sagt þegar ég fór inn í breytingaskeið þá vaknar ég mér alveg rosalegu kvíði og svefnleysi og alls kyns svona sem gerir það verkum að ég vissi að ég fengi nú ekki tíma hjá geðlækni fyrir eftir marga mánuði. Þannig að ég
fór að prófa mig áfram af því að þetta var algjörlega óþolandi ástand að vera í þessum fasa. Þá byrjaði ég að mikrodósa svepp bara til að prófa og ég átti alveg vini sem höfðu gert það, ég sá rosalega mun á þeim og að vinna með það. Þetta tala um mig? Nei, það var annar vinnur sem hafði mikrodósa líka, en ég fékk sveppinn hjá þér, ég hringdi í þig, þú veist, og ég sagði bara, heyrðu, ég verð að fá þetta því ég veit að ég feng... Ég veit ekki hvort það má segja frá þessu, þetta er alltaf kólu ólöglegt, en einhverjum ástæðu þá láði þetta einhver póki heima hjá þér eða hvað það var. Já, ég meina hann datt af himnum og skulum segja það þannig. Já, hann fauk inn gluggann hjá þér. Fauk inn gluggann hjá mér. Já, og ég vissi það, hann hafði fokið inn gluggann hjá þér. Hérna, þetta virkaði svona rosalega vel fyrir mig. Ekki fyrstu 3 dagana, svo tók ég þess að 2 daga pásu, svo tók ég aftur þá bara þá fann ég bara hvernig eins og ég tengdist líkamanum. Af því að mér finnst kvíðinn vera rosalega mikið það að ég næ ekki að tengjast sjálfri mér og hérna einhvern veginn að treysta líkamanum eða vera í verunni minni einhvern veginn. Ok, ég prófa þetta. Er þetta það sama og finnast óþægilegt að vera með kvíðan? Það var bara eins og hlutir eru ekki svona flóknir. Já, ég skil. Ég gat bara eins og þegið bara það sem höndum bar eða hvernig hlutir komu upp að mér. Þú veist, og kannski er þetta bara eins og geðlyf virkar, sko. Þú veist, svona SSRI-lyf, þú veist, það var ekki svona mikið álag á hjartað á mér. Það var ekki svona, þú veist, hvað gerir svo, þú veist, óttinn við hið óþekkta, hann bara svona linaðist og eins og ég gæti verið meira í núinu og bara, já, nú er ég að fara að gera þetta, já, og nú þarf ég að ákveða hvað er í matinn. Þannig að þú ert kannski að lýsa því að sveppirnir í smáskömmtum hafi hjálpaði við að losa takið af stjórnseminni. Þannig að þú áttir auðveldara með að taka bara hverju sem var, án þess að líta það sem árás á þig. Já. Ef eitthvað var ekki eins og þú vildir það væri. Já. Og þetta var svona 2 mánaða tímabil þar sem ég gerði þetta og þetta virkaði mjög vel fyrir mig. Síðan þá hef ég aldrei tekið svona, ég hef ekki haft þörf fyrir að gera þetta aftur svona intensíft. En það var eins og ég færi í gegnum kennslustund með líkamann á mér. Eins og ég næði að kenna honum eitthvað á þessum 2 mánuðum, einhverja afstöðu. Má ég aðeins tala mína reynslu af því að mikrodósa líka? Þannig að ég veit að margir hafa áhuga á þessu. Ég byrjaði að mikrodósa og ég var að reyna að observera rosalega vel hvaða áhrif þetta hefði á mig. Vegna þess að mikrodósa er það lítið magn að maður á ekki að finna raunverulega fyrir neinu. En það sem ég merkti þó var það að þvæluhugsanir. Hugsanir sem að gera sig heimakomnan og sitja svo bara eins og í þeytivindu og pirra mann allan daginn. Ég átti auðveldara með því að bæja þeim frá. Þar að segja, og þvæluhugsanir eru yfirleitt eitthvað sem maður á eftir að gera eða þarf að gera eða er eitthvað svona imminent problem. En með sveppunum þá var það svo kýrskýrt fyrir mér, get ég gert eitthvað hérna? Já, þá best ég gera það. Get ég ekkert gert hérna? Nei, þá skal ekkert vera að hugsa um það meira. Þannig að ég hafði miklu betri stjórn á hugsanum mínum og þar með kvíðanum. Af því að einhvern veginn var auðveldara að sigta út hvað var aðalatriði og hvað var aukaatriði. Svo fann ég líka fyrir aukinni orku sem að maður þakkar náttúrulega fyrir á breytingaskeiðinu af því að maður náttúrulega hefur alveg fundið fyrir því að orkan er minni og það er eins og maður hafi ekki stöðugt aðgengi að henni og þú veist, og það, maður sé bara oftar þreyttari og það er bara lífeðlisfræðilegur ástæða fyrir því, það er bara vegna þess að hormónakerfið okkar er, þú veist, við erum að hrapa í estrogeni og testosteróni og við þurfum einhvern veginn að læra að vinna í nýjum líkama sem að operar öðruvísi og þannig að svona mér fannst svona hið daglega amstur verða svona léttara í vöfum og bara aðeins meiri léttleiki í mér, í geðinu sko. Já, einmitt. Meiri léttleiki og mér svona meiri mildi í hjartanu. Ég var ekki eins svarthvít í afstöðu til fólk sem ég hitti og fólk sem var í kringum mig. Og meira flexible. Já, ég meina það. Já, ekki svona svarthvít. Já, ekki svona föst í sniðum. Ég gaf sjálfur mér og þá þar með öðrum meira svigrúm. Það var það sem ég merkti. Já. Þetta
Og þegar ég er búin að prófa þetta, þá bara einhvern veginn lænast lífið þannig upp að ég byrja að hitta fleira og fleira fólk sem að gera alls kyns tilraunir með þetta. Og það sem ég hlusta alltaf mest á var fólk á mínum aldri sem að var að fara að horfa upp á sko, stórkostlega breytingar hjá börnunum sínum sem að höfðu verið að kljást við þunglindi, jafnvel sjálfsvígshugsanir eða fara í gegnum eitthvað, sem að sögðu bara hann hefur bara tekið stórkostlegum breytingum, hann bara komið tilbaka, þú veist eitthvað svona. Og þegar þú hittir foreldra, tala vel um eitthvað og hefur fylgst með barninu sínu farið í gegnum eitthvað, þá kemur svona, þá leggja alveg við hlustir. Af því þá þau eru ekki að selja með neitt, þau eru bara að segja að það komið rosalegu léttir inn í líf þeirra og eitthvað loksins virkaði, þú veist. Þannig að þannig byrja ég líka. Sama hvaðan gott kemur. Já, já. Og því að náttúrulega velferð barnan okkar eru þetta, þú veist, við stöndum og föllum dálítið með því, mæður. Já, og þarna voru, þetta eru kannski þrenn hjón sem ég veit eða foreldrar, svona 3 ólíkra barna eða ungs fólks, þar sem að unga fólkið hafði allt frumkvæði að þessu sjálft. Hann er ekki foreldrarnir sem stinga upp á sig við börnin, heldur það börnin sem koma til foreldrar sinna og segja þeim frá og segja ég ætla að prófa þetta eða ég er búin að prófa þetta. Já, það eru fleiri foreldrar en þetta sko. Og við erum alveg að tala um allskyns hugvíkandi, bæði svepp og fleiri tegundra hugvíkandi. En þannig að þetta opnar mig líka, af því að svona segir ekkert foreldri nema af því að það hefur raunverulega reynslaði. Já, raunverulega reynslaði. Og mér finnst skipta mjög miklu máli í öllu þessu máli að vera ekki með árróður, þú veist, að því að maður vill ekki bera ábyrgð. Það er eins og ferðalagi hefjist innra með hverjum og einum, sko. Algjörlega, sko. Þannig, en þarna byrja ég að opnast fyrir því að kannski er þetta eitthvað sem að ég væri til í að skoða og sjá hvað og vera ekki svona óttaslegin með þetta. Hvað er þetta? Þannig að ég prófaði að fara í svona ferðalag með fólki sem að ég treysti og var búið að fara í mörg svona ferðalög áður og og við tókum, ég hef aldrei aftur tekið svona mikið, við tókum mjög mikið af því að það var bara eitthvað í loftinu sem var þannig að við tókum alltaf bara, það var bara kallaði inn þau sem bara, heyrðu það þarf að koma inn meira, það þarf að koma meira og ég veit ekki af hverju, en allavega ég fór í gegnum með svona stórkostlegri reynslun sem ég farið í gegnum. Ég breyttist í einhvern söngfugl. Þú veist, þetta var skemmtilega ferðalagið. Það var eins og sveppurinn vildi sýna mér, hei, sjáðu hvað eru aðganga miklu mætti. Og ég söng og ég söng rosalega hátt og ég vildi heila allan heiminn og segi bara, ég er komin hérna til þess að heila heiminn, heyriði röddina mín og svo söng ég alveg rosalega hátt og segi bara, og fyrir ekki, ég verð að hafa svona hátt. Af því að því hærra sem ég hef, því meiri heilun næ ég. Þannig að þau bara taki á móti víbrasjónni. Ég var í einhverju svona ferðalagi og svo sá ég inn í þeim indjána, ég sá inn í þeim mannverur og ég var á svona rosalegu. Þú eru eiginlega farið svona alveg bara í barnið, þú eru orðið bara mjög barsleg. Já, mjög barsleg og og það var ekkert óþægilegt við þetta. Þetta var svona algjört, þetta var svona fullkomið sjálfstrausts, þú veist, eins og medisínið í svefnum vildi segja við mig, það er ekkert að óttast. Þú ert alveg í styrknum þínum þegar þú hittir mig, eða eitthvað svona. Og og ég kom út úr og svo var bara alsæl og bara wow, þú veist. En hvað, ég mætti mér ekki á neinn hátt, það var bara eins og væri verið að styrkja sjálfstraustið mitt. Svo fór ég aftur næstu ári seinna og það var bara ekki þannig þá. Þá var bara þá var eins og sveppurinn væri búinn að segja við mig, við erum búin að sýna þér að þú ert frábær og þú getur heila heiminum með röddinni og það sem þú segir og sjálfa þig og og þú sér hluti og þú sér í gegnum hluti og þú sér alls eins og eitthvað svona. Þá kom meira mig. Eða svona. Fékkstu þá að mæta skuggunum þínum? Já, fékk að mæta skuggunum mínum. Ég fór líka í gegnum alla ævi mína með pappa mínum. Svona datt á milli bara dú. Og segðu það eins frá upplifa eins og fólk skilji. Já, ég til dæmis fór í gegnum það að upplifa eins og væri bygging inn í mér og svo allt í einu bara, þetta væri svona eins og arkitektúr inn í mér og svo væri verið að taka þennan arkitektúr úr mér að þetta væri svona einhver, ég veit ekki hvað sem þetta var bara arkitektúr inn í hjartastöðina á mér og inn í líkamannum
og svo var komið með, þegar það var farið, þá var komið með svona eitthvað, svona gullbyggingu sem var sett ofan í hjarta á mér og var bara eins og svona einhverjir kastar, bara eins og það verið að uppgreita innri kerfin mín. Svona, já, endur hanna þig. Já, eins og ég fengi, og nú ferðu í gullbygginguna eða eitthvað svona. Og ég veit ekki hvernig ég á að skilja það, en þetta var bara eitthvað sem ég var að upplifa, það sem ég lá á gólfinu og fór í gegnum þetta. Eftir það þá allt í einu hitti ég pappa sem er látinn fyrir ykkur sem verið að hlusta og ég fór í gegnum allt lífshlaup mitt með honum. Ég er 26 ára, ég er 2 ára, ég er 39 ára, ég er 14 ára, ég er 19 ára, þú veist og bara, og svo var ég bara... Og sástu það í myndum eins og ég höfðin eins og þið væri að dreyma? Nei, það var eins og ég væri ég og hann að tala við okkur bæði. Og svona, ég var svona að máta tilfinningar í ólíkum lífsreynslum hjá okkur saman. Og bara, þú veist, við bara hoppa á svona á milli og þeir sem voru með mér fannst ég mjög fyndin að því ég fór í gegnum svona eins og ég var í þykjustin að gráta yfir hlutum, og svo bara, já, hvað er hérna? Og ég var bæði hann og ég, og þú veist, og ég svona fór í gegnum svona lífslaup, ég veit ekki, kannski á 10 mínútum eða 2 tímum, ég veit það ekki. Og svo hélt áfram. En fékkst eitthvað út úr þessu, annað en bíóið að ferðast í tíma og rúmi og rannsaka ykkar samband? Varstu einhvers vísari hvers eðlis ykkar samband var, hvar þú hafðir notið hans styrks, hvar hann hafði kannski ekki alveg staðið með þér, hvar þín minnum, eða þú veist, svona ykkar samband, kannski fengið eitthvað perspektíf á það, hvað í ykkar sambandi mótaði þig og hvar þig vantaði eitthvað frá honum? Nei, þetta fór eiginlega ekki þangað. Nei. Þetta var meira eins og mig langaði, eða Sveppinn langaði að sýna mér hvað við vorum þið áttuð margt mikið. Já, hvað við vorum samofin. Já. Og kannski hvað þið voru lík. Já, og fara niður í, það sem ég var hissa var að fara alveg niður í 2 ára. Og þú veist, og finna bara hvað orkan okkar var samofin og að hoppa svona til í tíma, þannig að þetta var ekki atburðarás, heldur var þetta eins og svona energi að blanda saman. Því að svo fer ég aftur í gegnum eitthvað svona eins og bygging eða það sé verið að endurfæra eitthvað í mér. Svo allt í einu sé ég hann fyrir utan mig, þá hætti ég að vera hann og ég og við í þessu samtali. Þá sé ég hann og pappans. Og pappans tók líf sitt, þannig að það var svona stóri harmur, kannski pappa míns var að hún hefur ekki sagt frá þessu, það er svona skuggi í kringum hann og bræður hans alltaf að fá ekki vita hvað raunverulega gerist. Pappi er að hafa fyrirfarið. Já, pappi er að hafa fyrirheldur og pappi minn fór... Og þeir búa bara í þungri sorg og vita ekki alveg hvað er á bakvið. Já, það er bara svona skuggi. Hræðilegt fyrir börn. Já, og pappi er 11 að vera 12 ára þegar þetta gerist. Hann neitar að fara í jarðarförina og mamma sátt ekki mátt til þess að taka hann, til þess að þrýsta á hann og fara og kveðja pappa sinn. Og þetta var eftir vetur þar sem pappi hafði verið í heimavist af því hann vildi vera nálægt pappa sínum og var í næsta húsi við, en pappans vildi ekki hafa hann inn í húsinu hjá sér af því að ég held að afi minn hafi bara verið mjög þunglyndur. Þú veist bara mjög, og pappi pissaði undir 11 ára gaman allan vetur, þannig að þetta er svona eitt traumatískasta þú veist, ár pappa míns að reyna að vera nálægt pappa sínum. Pappans vill ekki hafa hann inn á heimilinu og endar svo þann vetur með því að taka líf sitt. Þú veist, þetta er bara svona rosa stórt. Þetta er rosalega skuggi og sorg inn í okkar fjölskyldu. Þú veist, og pappi, ég held að hann sé svona í sínu lífi alltaf að reyna að vinna úr þessu, var rosalega reiður, ungur maður og slóst mikið og gerði alls konar svona. Bara expression og frustration. Það sem gerist þarna, og nota bene að ég fer í þetta ferðalag með vinum sem eru með mér í sumarbústað sem pappi byggði. Þú veist, ég er þar þegar þetta er og ég sé pappa og ég sé afa og ég sé þá og ég átta mig á að ég á ekki að halda á neinni að þessari sorg. Þetta er sagan þeirra og eins og ég leiði þá saman, svo bara fjallust þeir í faðma og ég átta mig á bara energist var þetta fyrir mig einhvers konar heilun í að ég þarf ekki að bera þessa sorg. Ég á hana ekki. Nei, þó þú setur auðvitað hafir verið lituð af henni, þá þarft ekki lengur að bera hana. Og ég horfi á þá, falli í faðma og ég ligg á gólfinu og ég horfi þá svona fyrir ofan mig og ég hugsa bara, vá, já, þeir halda alveg á þessu. Og svo ári seinna, þá er ég ekki á Svepp heldur, er ég í einhvers konar family constellation
á sama stað í gegnum Zoom við mann og þá ég að fara inn í svona mjög konsentreraða hugleiðslu með í sambandi Family Constellation á einhverju námskeið sem var, þá sá ég pabba og afa út undan mér í sófanum upp í sumarbústaðnum, mamma og pappa. Þá sá ég þá sitja í sófanum, bara við vorum að fara inn í svona einhverja hugleiðslu, þá sá ég þá út undan mér sitja svona í faðmlögum. En dásamlegt. Alveg bara, og ég sagði, já, þeir eru bara, hvað sem ég gerði það, hvað gerðist eða sveppurinn eða hvað, en allavega energískt inn í mér komin alveg friður þetta mál. Innra með mér og þeir var væntanlega verið að sýna þér, það allt í lagi með okkur, þú þarft ekki að hafa neinar áhyggjur. Þú þarft ekki að halda neitt á þessu. Við erum bara, og þeir voru svona eins og klessur, svona eins og 2-5 ára, alveg svona að knúsa hvern annan og bara að fylgjast með mér og svona brostu báðu til mín eins og var alveg rosalega ánægð með mig. En þetta, að sko, að fá að einhvern veginn að ferðast svona í tíma og rúmi undir áhrifum sveppa, hefur það breytt því hvernig þú horfir á heiminn? Hefur það breytt því hvernig þú hugsar fortíð, nútíð og framtíð? Og það hvernig tíminn af því þetta hefur eiginlega breytt dálítið minni sýn á það að fortíð, nútíð og framtíð ekki aðskiljanlegt. Þetta einn og sami hluturinn. Einmitt. Vegna þess að ég hef líka upplifað á svona sveppatrippi undir handleiðslu að vera í svona tímaflakki og finnast það spennandi og merkilegt og akkúrat sko fara í gegnum ýmislegt gamalt og kannski ekkert í neinni krónólógískri röð, heldur að vera einhvern veginn hrifin inn í situasjónir sem ég hef lifað í mínu lifi, kannski bara eina fætur öðrum alveg, bara bam, 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 bam. Það verður að sýna mér þær, skilurðu. Og allt í fína, ég bara aðtöga mikrofóninn. Og þetta hefur svona dálítið fengið mig til þess að hugsa það. Þetta hefur breytt í hvernig ég hugsa það sem liðið Vegna þess að þegar við förum inn í eitthvað sem liðið og virkilega förum inn í það, og það getur verið erfið endurminning eða góð, ef við virkilega gefum okkur að því, þá erum við komin þangað. Raunverulega. Við getum fundið gleðina eða ærslinn eða sorgina eða óttann eða hvað það nú var. Ef við virkilega förum inn í endurminninguna, að hvaða toga sem hún þá erum við komin þangað. Og vegna þess að við finnum að það framkallast í líkamannum tilfinning sem við þekkjum sem tilheyrir því sem var. Og maður. Og maður og býr í okkur. Já, býr í okkur. Og til dæmis tilfinningar sem urðu til í okkur við erfiðar aðstæður. Þegar við rifjum það upp, þá finnum við að tilfinningin ennþá þarna. Já. Og þetta eru triggerarnir okkar. Já. Skilurðu? Og vegna... Nú er ég aðeins að vinda ofan, kannski erum við þær ekki. Erum við þær tilfinningarnar? Nei, við bara þekkjum þær. Við þekkjum þær og við þekkjum þær af því að þær búa í okkur. Já. Ef við getum svona auðveldlega framkalla þær, þá er það vegna þess að þær búa í okkur. Við getum sótt þær. Við getum sótt þær mjög auðveldlega, skilurðu. Og þú hefur farið í svona? Já, ég hef farið í svona ferðalag. Fyrsta psykadelíska ferðalagi sem ég fór í var ayahuasca. Hvað togaði þig? Af hverju fórstu? Það var vinur minn sem bauð mér. Og hann lýsti fyrir mér því hvað þetta hafði gert fyrir hann. Og ég var á svona ekkert mjög góðum stað. Og leið ekki nógu vel og sko ég hef verið á þessum tímapunkti til ég að borða sko gattavír bara til að fá breytta líðan, skilurðu. Og
Ég náttúrulega vildi alls ekki fara á þunglyndis eða kvíðalyf af því að af þeim hef ég reynslu. Ég var sett á þunglyndislyf í Bandaríkjunum eftir ég eignaðist yngsta barnið og tók svona þunglyndislyf í 2 ár og mér hefur aldrei liðið verr. Og þau fóru mjög illa í mig, ég var mjög flöt og bara áhugalaus allt og alla, mér varð alveg sama allt og alla. Mér fannst ekki lengur gaman að neinu. Þú veist, kynhvötin var alveg í núlli og bara, þú veist, það hreyfði ekkert við mér, hvorki skemmtilegt eða leiðilegt. Og það fyrir manneskju eins og mig sem hrifnæm og impúlsív, það mjög óeðlilegt ástand að vera í. Þú veist, mér fannst ég bara vera lifandi dauð, sko, á þessum lyfjum, sko. Þó það hafi örugglega hjálpað mér eitthvað, vegna þess að ég var, sko, verulega veik af fæðingarþunglyndi eftir að Steini minn fæddist, sko. En þannig að hann bauð mér í ayahuasca og ég var bara eitthvað svona, þú veist, ég hef enga að tapa. Og síðan 4,5 ár. Og ofboðslega mikið búið að hræða mann, þetta væri svo hræðilegt og allir eru svo veikir og skítandi og skælandi og kastandi upp og allt þetta. En ég, eins og þú í þínu fyrsta psykedeliska ferðalagi, ég fann svona 40 mínútum eftir að ég drakk lyfið, ég fann hvernig það tók yfir líkamann minn. Ég fann það fara allan líkamann og ég hugsaði bara, vá, þetta eins og yfirtaka, skilurðu. En ég varð ekki hrædd. En þetta var eins og yfirtaka. Og af því það voru margir í rýminu, þá hugsaði ég, já, það örugglega margir að upplifa það sama. Og svo kom svona eins og högg í þindina. Og þá varð ég pínlítið hrædd, skilurðu, af því að þetta var líkamlega svolítið mikil og sterk tilfinning. Það var bara eins og ég væri barinn í þindina. Og það var greinilega þannig víðar í herberginu vegna þess að þarna byrjuðu margir að kúgast. Skilurðu? Einmitt. Og ég hugsaði með mér, já, heyrðu, ég ætla að reyna að sitja með þessum óþægindum og athuga hvort þau líða hjá. Og þetta var bara eitthvað instinktíft. Þannig að ég svona hélt þindina og byrjaði bara að anda inn í þetta og svo linaðist þessi verkur eftir höggið og ég fann einhvern veginn hvernig eins og kerfið mitt róaðist og ayahuasca, þessar mögnuðu 2 plöntur sem mynda þetta brú sem drukkið tók mig af stað. Síðan fór ég inn í svona myndrænt ferðalag þar sem ég sá alls konar alveg óskiljanlega hluti, rosalega mikið landslag og það var í skrýtnum litum og ég sá óskaplega mikla fegurð og margt alveg svona eiginlega svona eins og út úr skrýpó. Ég sá svona bleika hveri sem var búbluð bleikum búblum í bláu landslagi og það birtust svona skrýmsli og svona einhverjar skrýtnar verur, skilurðu, sem komu svona að mér eins og það vildu hræða mig. Ég varð ekki hrædd, ég varð bara svo sjúklega forvitin vegna þess að mér fannst þetta svo merkilegt að heilinn í mér skyldi geta framkalla þessar sýnir og þessar myndir. Og síðan fyllist ég allt í einu svona ofboðslegri sorg og bara tárin byrja að renna og ég átta mig á því eftir svolítinn tíma að út af hverju ég að gráta. Ég að gráta vegna þess að ég að sýna sjálfri mér miskunn í fyrsta skipti á ævinni. Og ég gat allt í einu horft á hluta í sjálfri mér sem að ég hafði verið að fela og ég gat séð vanlíðanina inn í sjálfri mér og ég gat allt í einu sýnt sjálfri mér samúð og miskunn í fyrsta skipti á ævinni. Og þetta
skipti sköpum fyrir mig vegna þess að ég áttaði mig á því að fyrst að mitt sjálfshatur svona djúpt að ég í fyrsta skipti núna að gefa því smáa og auma og viðkvæma athygli í mér. Þá varð ég viss að þetta svona inn í öllum öðrum manneskjum. Þannig að reynslan, hún gaf mér, og það sem breyttist var það, að ég fékk allt í einu miklu meira umburðarlyndi fyrir sjálfur mér og þar að leiðandi fyrir öðrum. Skilurðu? Og það var til þess að í hvers skipti sem að ég fann að fólk var einhvern veginn vanstilt eða reitt eða eitthvað, þá fattaði ég, já, þessi manneskja ekki búin að vera neitt góð við sjálfa sig. Þess vegna hún í þessari aggressjón eða þessari hörku. Vegna þess að það var minn varnarháttur, stærsta hlutan lífsins. Að vera hörð að mér, vera dugleg, láta engan bilbug á mig finna, biðja aldrei aðstoð, vera sterk, skilurðu? Vegna þess að ég hafði aldrei leyft sjálfur mér að horfast í augu við það að inn í mér væri alls konar viðkvæmni og erfiðir hlutir sem ég hafði ekki leyft mér að viðurkenna eða gangast við. Þetta skipti sköpum fyrir mig. Sýnirnar voru bara svona eins og fyrir mér voru þær ekki, það var eitt skrítið sem gerðist í þessu ayahuasca ferðalagi, að mér sýnd tönn og hún var bara ein í landslagi, tönn. Svona mannatönn? Mannatönn, svona jaxl og í kringum hana svona rosalega mikla bólgur. Og ég fattaði það, ég var búin að vera með tannpínu í jaxli, í Efrigóm, í svolítinn tíma sem ég hafði ignorerað. Og þannig að það var bara bein skilaboð frá æginni, þú verður að fara að láta tékka á þessu. Og það kom í ljós að ég þurfti að fara í aðgerð vegna þess að það var komið svona syst inn í beini sem þurfti að fjarlægja inn í munnholinu. Þannig að hún kom alveg skýr skilaboðum, þú þarft að fara til læknis og láta kíkja á þetta og ég gerði það. Og þetta varð upphafið af því að ég gat farið að horfast í augu við eigin djöfla. Það var upphafið af því. Vegna þess að hún hjálpaði mér að sýna sjálfur mér samúð. Og það náttúrulega fyrsta skrefið í því að maður geti farið að gera eitthvað sem gott fyrir mann. Að maður sjái, heyrðu, þú þarft á hjálpa að halda. Þú getur ekki haldið á þessu ein. Þetta hefur meitt þig of mikið og nú þarftu að fá aðstoð við þetta. Og þú veist, þrátt fyrir að hafa gengið til sálfræðinga og geðlækna og allt svona, þú veist, til þess að reyna að bæta andlega líðan, þá var þetta stóra opnunin, Og það var þá sem ég ákvað að fara í EMDR, sem ferðalag sem ég bara á. Og ég tók stórt tímabil og fór í það, tók svo langa pásu, byrjaði aftur daginn, en sem treysti mér ekki til þess að fara lengra en núna í augnablikinu. Skilju, þannig að maður gerir þetta bara, en ægjan kenndi mér að sýna sjálfur mér miskunn. Og um leið og ég lærði það, þá fór ég að sýna öðrum miskunn, sem ég átti ekki auðvelt með. Af því ég var mjög dugleg að bara afskrifa fólk, ef það var einhvern veginn mér ósammála eða eitthvað, þú veist. En núna ger ég það ekki eins. Það stóra breytingin finnst mér. Og ég varð ekkert veik. Svo þegar ég var búin að ganga í gegnum þessa miklu sorg á trippinu og gráta fyrir sjálfa mig og gráta fyrir allan heiminn og gráta, ég var að gráta út af því hvað öllum líður illa og að reyna að fela það. Eða hvað mörgum líður illa og að reyna að fela það. Að þú veist að margir örugglega í þeim sporum sem ég fundi sjálfa mig til. Af því að misskilningurinn að við erum ekkert sérstök, við erum öll að díla við alltaf nákvæmlega sömu hlutina. Og þá einhvern veginn þegar að þessu gráttímabili lauk og þetta var alveg góður klukkutími, ég bara grét með ekkasogum. Og
og þá allt í einu kemur bara svona eins og rödd sem talar við mig, sem bara eins og ég veit það vegna þess að mér hefur verið sagt að ég talaði bara mikið við sjálfa mig og það það sem maður gerir, maður fær einhvern veginn aðgang að æðra sjálfunni og maður í samtali við sig og sumir kalla þetta að ægjan tali við mann og það skiptir engum máli hvernig fólk upplifir það. Þú færð allavega samtalið við æðra sjálfið, ægjuna, þann anda sem alltaf vill þér vel, skilur, sem alltaf með þér í liði. Og ég var örmagna eftir þennan mikla grát, eftir að finna svona rosalega mikið til með sjálfur mér og heiminum. Og ég hélt bara að ég myndi nú bara fara að leggjast og sofa og eitthvað svona, en þá var mér bara bókstaflega skipað af ægjunni að standa upp og dansa. Standa upp og dansa. Og hún sagði mér, það í hreyfingunni sem þú nærð að hreinsa og losa hlutina í kerfinu. Það verður ekki bara gert í heilanum, góða mín. Vegna þess að ég svo bundin og hef verið svo bundin við hugsanirnar og heilan. Þú þarft að læra að hreyfa hlutina inn í þér. Og svo dansaði ég alein. Ég meina það var örugglega einhverjir fleiri að dansa, en maður náttúrulega eins og í svona serimóníum, þá maður ekki að skipta sér öðru fólki, það bara hver í sínu. En ég dansaði svona ángríns í svona 6 klukkutíma látlaust og það var svo skemmtilegt hjá mér og alveg eins og krakki. Ég var bara svona hoppandi á öðrum fæti og í svo mikilli gleði og ég fékk svo mikla útrás og það var svo mikil hreinsun fyrir kerfið að ég var bara svona í marga mánuði og eftir vissi ég að leiðin mín væri að vinna mig í áttina að gleðinu og léttleikanum af því að það væri eðli mitt. Skilurðu? Og hún dró mig einhvern veginn inn í alveg svona barnslega gleði og svona kátínu og fíflaskap og það mitt eðli. Ég meina þú þekktir mig þegar ég var krakki. Þú veist, það eðli mitt að þannig að hún sýndi mér alltaf að gera eitthvað, láta sér detta já, eitthvað þannig að hún sýndi mér, þú ert ekki orðin stór fyrir það þannig sem að þú færð þína næringu í gegnum gleðina og hreyfinguna, þú verður að hreyfa þig, skilurðu. Og hreyfur þig mikið? Já, og ég dansa mjög mikið, vegna þess að ég veit að það meðalið mitt og ég trúi því sem ég lærði í þessu ferðalagi. Dóra, sjáðu. Hvað? Sjáðu. Já, sjáðu. Langflottasta gleraugnabúðin. Já. En ég búin að fatta eitt, að ef maður á bara marga litla reikninga, þá getur maður átt marga litla drauma, þú veist. Já. Já, þú veist, ferðalagasjóðurinn. Sumarbústaðasjóðurinn. Nýi sófasjóðurinn, skilurðu. Til dæmis, já, og frábær kaffivélsjóðurinn. Nákvæmlega, og þetta kenndi Íslandsbanki mér. En svo, já, ég hef líka lent í því að ég hef farið í sveppaferðir líka sem voru mjög erfið, sem voru þannig að þau fóru með mig inn á staði sem að ég hefði aldrei sjálf viljað fara. Þar sem mér var sýnt svart á hvítu hvar ég hafði röng á standa og aðrir á rétt á standa. Hvar ég var rangstæð þegar ég hélt ég væri réttstæð. Hvar ég hélt ég væri göfug en þar sem ég var ekki alveg heiðarleg eða heil. Og það var erfitt. Það erfitt að sjá sjálfan sig í þeim spegli og það kannski sem sveppirnir kenndu mér var það að skilja að það sem óþægilegt, að það sem vont og það sem við erum alltaf að reyna að fela undir yfirborðinu, grafa niður, gleyma, hagræða og þegar við tölum það þá setjum við það í leikbúning eða skemmtisögu eða matreiðu eða einhvern veginn þannig að við getum lifað með því. En þegar við fáum að sjá það alveg inn í bein og förum inn í tilfinninguna, hvort sem það niðurlæging eða skömm eða ótti eða hræðsla eða þú veist maður verður orðið að finna einhverju valdbeitingu eða eitthvað, þú veist, og þessi bara
tilfinningum það að vera yfirgefin og get ekki, þú veist, rönd við reist og get ekki fundið neina leið til þess að, þú veist, eða kannski ekki með neitt stað fyrir áheyrn, fyrir vandimanns. Að sveppurinn sýndi manni að það er hægt að vera með þessum óþægindum, það gerist ekki neitt. Maður þarf ekki að vera hræddur. Það er útbreiddur misskilningur að maður þurfa að vera eitthvað hræddur við það að láta sér líða illa. Það er bara sölumennska sem heldur því fram að við eigum alltaf að vera hamingjusöm. Og sveppurinn einhvern veginn svona kenndi mér að sitja með því sem var óþægilegt. Ok, elska mín, svona er þetta, svona fórst að þessu, þú varst augljóslega rangstæð. Þetta var ekki svona, þetta var svona. Og þú skalt bara óna þinn þátt í því. En þú mátt samt alveg vera til. Og þú ert samt alveg ágætt manneskja þótt þú hafi misstigið þig og svo framvegis. Og komstu út úr þessu ferðalagi þá með svona vitneskju og reyndir að laga þetta eða bara hélst áfram bara að sitja með því og þetta er bara svona? Nei, ég kom út úr því sveppaferðalagi með mjög mikið af óþægilegri vitneskju ýmsar skuggahliðar míns sjálfs sem ég þurfti að skoða betur. Sem ég þurfti virkilega að sjá hvaða áhrif hefðu á mig í mínu daglega lífi og litaði mína framkomu, skilurðu. Já. Og, nei, en af því að, þú veist, margar konur eru búin að vera að spyrja okkur, þá er kannski, þú veist, ástæðið þess að segja það, að það er ekki, held ég held að fólk eigi að láta þessi efni í friði, nema það sé alveg tilbúið í það að fara í þennan skítmokstur sem það er að gangast við sér. Og það er ekkert fyrir alla og það er ekkert allir sem hafa áhuga á því, Dóra. Nei. Og það er bara allt í lagi. Ég meina, ég geng alls ekki og reyna að frelsa fólk og segja það að fara í síkadilju. Það sko bara alls ekki, sko. Og ég segi líka fyrir, ég bara vil að komið fram að ég fór í EMDR eftir ég hafði farið í ayahuasca. Ég hugsa að ég hefði ekki komist neitt áfram í EMDR ef ég hefði ekki verið búin að fara í síkadilju. Af því það aðeins sko, það ruggaði bara öllum vörnunum inn í mér, þannig að ég var allt í einu tilbúin í þá vinnu sem EMDR krefst. Já, það er eitthvað magna við af því að það er sveppur eða ayahuasca sem þú fer þarna í, það er ekki manneskja sem er að gera þetta. Þú veist, þú ert bara í þú ert í rauninni með sjálfriðir. Sko, það er alveg sama hvort það eru sveppir, ayahuasca eða hvað það nú er. Efnin sjálf gerir ekki neitt, þetta gerist allt inn í þér. Já, ég meina þá ert ekki neinni baráttu við yfirvöld, kennara, leiðbeinendur, þú veist þetta sem getur verið mikið að þvælast fyrir manni í sko, maður getur að hafa svo mikið af skoðunum á fólki, aðferðum, aðstæðum, þú veist, maður getur sett búið til svo margar hindranir fyrir sjálfan sig til þess að hitta sjálfan sig, áður maður hittir sjálfan sig. Já, en það sem þessi efni eiga sammerkt er það að maður fær að mæta sjálfum sér á þeim stað sem maður er staddur. Já. Og ég er alveg viss að til dæmis æjan fóru mig svona blíðum höndum þarna og annað sem gerist í þessu ferðalagi var það að ég upplifði á tímabili eins og ég væri lögst í stærsta móðurfaðm sem ég á ævi minni lagst í. Og ég man að ég sagði við sjálfa mig, mér finnst ég vera svo ein og þá kom bara svona eins og hlátur í fullorðinni konu sem sagði bara, elskan mín, þú ert ekkert ein, þú þarft bara að halda utan sjálfa þig. Skilurðu? Og þá fattaði ég þetta að einmanaleikinn, hann er helstur þegar maður hefur yfirgefið sjálfan sig, þegar maður hefur ekki leyft sér að annast sig. Maður hefur skautað framhjá því, kannski verið rosalega upptekinn að annast aðra, skilurðu? Já. En að annast sig getur verið erfitt fyrir marga. Já.
Maður fær náttúrulega mjög fljótt tækifæri þegar maður bara ung manneskja til þess að fara annars staðra af því að það tekur fókusinn af manni sjálfum Já, og svo heldur maður líka að það sé leiðin til að fá viðurkenningu og ást. Það sé að vera í þjónustu. Vera í þjónustu við annað fólk, skilurðu. Þó að sé dásamlegt að vera í þjónustu, en við vitum muninn, hvað erum við að tala Hérna, þetta eiginlega komið hjá okkur í dag. Heyrðu. En má ég samt spyrja, hver munurinn, myndirðu segja, á svepp og ægi? Eitthvað munur? Af því að ég heyri ekki beint muninn þú lýsir því. Nei, fyrir mér þá kennslustundin sú sama. Það eru ólíkar, það er svona ólík nálgun efnanna. Efnin hafa ólík áhrif á mann líkamlega og skynjunina, en markmiðið það sama, að færa mann nær sér. Þau hafa þau áhrif að ef maður vill, ef maður streitist ekki á móti, þá færa þau mann nær manni sjálfum.